Já, velkomin í þáttinn. Já, ég er að fatta að ég glemdi að tengja. Já, velkomin. Það heyri samt í þér. Já, ég veit. Velkomin í þáttinn. Þetta bara truflaði mig. Trú og líf. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson. Kona mín heitir Svava María Ómarsdóttir. Góði farþegar, undirbúið ykkur fyrir góða skemmtun. Ekki satt? Jú, amen. Ég er alveg að fíla þetta effekta hérna. Já, ég sé það. Þú eru að passa að ofgera sig ekki. Já, ég veit. Þú átt að pínu til, þú finnst eitthvað flott að byrja. Já. Svona er þetta. Ég er eitthvað herrið byrju, ég gleymi eitthvað og það bara ég fatt að það ekki neitt, sko. En já, þú ert að hlusta á þáttinn Trú og líf. Það er heiður og ánægja að fá að vera með ykkur hér í dag. Ekki satt? Jú. Og takk fyrir að taka tíma til þess að hlusta á okkur. Já. Og hérna bara, það er algjör heiður að vita að það sé eitthvað fólk að hlusta á okkur. Já, einmitt. Við erum mjög þakklátt fyrir allar þessar hlustanir. Já, þannig að þú ert að hlusta á FM 102.9, gaman að vera með þér. Þú ert að hlusta á podcastið á YouTube eða eitthvað slags, eða Facebook, þá er bara gaman að vera með ykkur. Svo, vilt þú segja hvað erum að fara að ræða í dag? Já, ég skal gera það. Herðu, í dag erum við að fara að ræða Herðu, ég skal segja hvað við erum að fara að ræða í dag. Ég veit ekki af hvernig þetta dettur svona úr Við hausnum. erum að fara að ræða að biðja í Jesú nafni. Já, takk fyrir. Já. Þetta er bara, það festist ekki. Það er alveg rosalegt. Þannig að biðjum í Jesú nafni. Já, ég ætla að fara að segja, við erum að biðja fyrir í Jesú nafni að ég muni. Já. Hvað þýðir það að biðja í Jesú nafni og hvernig lítur það út? Og hérna, út af því að við erum sérstakt vers í huga sem er rosalega stórt loforð Jesú Krist og Við erum með biðjið í mínu nafni. biðjið í mínu nafni. Vilt þú kannski byrja á að lesa versið hér í Jónasarguðspjalli, 14. kafla, vers 13 og 14. 13 og 14. Ok. Og hver sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gera svo að faðirinn vexa mest í sinninum. Ef þið biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Já, þannig að þetta er mjög stórt loforð. Já. Ég man að ég strögglaði rosalega við þetta áður en ég kom til trúar. Að bara, eða hvort það var eftir ég kom til trúar. Já, og ég vil lesa þessi vers og vera bara eitthvað, ok, þannig að ég get bara beðið allt og sagt bara í Jesú nafni og þá er bara ekkert sem er ekki á borðinu. Það er langar bara að hafa þetta svona að sé að Já, að þá er bara hægt að fá bara hvað sem er. Ég held að þetta sé gott vers sem að svona, hvað maður að segja? Já, finnst þetta betra svona? Já, ég verði að komast í takkna hérna. Já. Hvað finnst þér þetta gott vers til þess að gera? Mér finnst það gott vers að því að hérna, mér finnst það svona fullkomum vers sem að gott er að taka dæmi fyrir, þú veist, að segir þér bara svona, já, ok, nú er komin tíminn fyrir þig til þess að ekki bara lesa biblíuna, bara svona. Eitt vers í einu. Já. Eða bara yfir höfuð, bara ekki, nú er bara komið tíminn fyrir þig til að, ekki bara lesa biblíu, það er náttúrulega gott að lesa hana, en ég tala svona, ekki bara lesa hana og ekki gera neitt meira. Já. Skilur hvað ég meina? Já. Þú veist, að trú okkar þarf að hafa líf. Er það það? Nei, ég er að tala sko bara, þú veist, að því að þarna getur ekki bara, þú veist, í biblíunni þá oft bara getur að lesa eitthvað, já, þetta er bara svona. Já. Þú veist, og þú þarft ekki að taka neitt eitthvað svona til grein, eitthvað svona menningar eitthvað svona, þú gætir alveg gert það, en ég bara segja, þú veist, það er margt sem þú getur lesið bara beint og það er bara eitt vers og það er bara þannig, skilur, en þarna getur eiginlega ekki gert það. Já. Að þú þarft til að fá meiri skilning, af því að þú veist, þetta er ekki bara svona. Já. Ég held líka að vandamáli sé að við erum rosalega löt við að skilja hvað er verið að segja, hvert er samhengi hlutana. Og ég held sko ef einhver myndi koma fram við okkur eins og við komum fram við reikningarnar að þá var það rosalega böggandi fyrir okkur. Eða verið bara tekið ein setning úr samhengi og ekki tekið inn hvað við vorum að meina og annars. Þannig að hérna finnst mér Jónasarguðspjall 14. kafli og 15. kafli er rosalega bara mikið svona ein pæling. Þú veist, þannig að hann heldur áfram að tala heila á randi mun koma. Mér finnst það ótrúlegt. Hann heldur áfram að í endanum á 14. kafla
að þá byrjar hann að tala um það sé betra að hann fari. Já. Út af því að þegar hann fer að þá kemur heilagur andi sem mun kenna okkur orð Krists og uppfylla okkur og gera okkur hæft til þess að vera vitni hver Jesús og þessi pæling bara að það sé betra. Ég hef svo oft hugsað bara, menn, ef ég geti bara talað í Jesú hér, ef hann væri bara hér og geti svarað öllum minni spurningum, þá var það svo gott. En Jesús segir, nei, það er betra að ég fari og heilagur andi komið til ykkar og í ykkur. Af því að þá er hann að þjóna til okkar allra í einu. Og þá og líka, þá er hann ekki bara hjá okkur í kringum okkur, hann í okkur. Og ég meina, þetta er alltaf þríeining. Þannig að þú ert að fá hann bara Guð í okkur. Og svo í 15. kafla þá byrjar hann að tala ég er vínviðurinn og þeir eru greinarnar, verið í mér, þetta er mynd. Okay. Verið í mér og allt það. Hvað er það að gera? En þá að hann hversu mikilvægt það er fyrir okkur að vera í honum. Þannig að fyrir mér, þá finnst mér mikilvægt að spyrja, fyrir það fyrsta, hvað þýðir það að biðja í Jesú nafni? Er það eins og við skiljum það sem er bara biðja bæn, sem er oftast bara eins og lítið börn að koma til jólasveinsins, bara hvað viljum við fá í jólagjöf, eða er það eitthvað meira en það? Og hvernig hefði fólk skilið það fyrir 2000 árum að gera eitthvað í nafni eitthvað annars? Þegar ég hugsa er bara það sem ég hef hugsað hinga til er bara að ég hef ekki skoðað eitthvað mikið í kringum þetta en ég veit að eina sem maður leggja út það sem ég hef eina sem ég hef heyrt náttúrulega bara er að að fólk vantilega getur haft mismunandi skoðunar á þessu hvernig það horfar á hvort það skilur það sé einhver ákveðin svona blessun yfir postulunum og hvernig þeir ríktu á þessum tíma hvort þetta hafi verið sérstaklega fyrir postuluna og þá að því hann er að tala við þá það er ekki rétt og svo eru aðrir sem myndi að horfa á þetta fyrir alla skilur þannig að þú ert komið 2 hugmyndir þarna en svo líka hef ég líka verið að hugsa hvers biðið þið mínu nafni en svo í kringum þennan texta þá er hann samt að tala að skilur að faðurinn er í honum og við erum í honum og ef við höldum boðorðin hans þá gerum við það sem ef við elskum hann þá höldum við boðorðin hans og við viljum gera það sem hann segir skilur þannig að ef við verum að biðja hans nafni og við elskum að halda boðorðin hans þá náttúrulega erum við raunin að vilja biðja samkvæmt hans vilja skilur en svo aftur á móti og svo enn og aftur hinn spurningi sem með þá ef við erum að biðja í Guðs vilja en það er ekki alltaf hægt að vita kannski Guðs vilja að því að stundum ertu með eitthvað Guð vill eitthvað þú veist að Guð vill eitthvað myndi gerast svona en svo oft kannski svarar hann ekki einu sinni skilur eitthvað sem væri þú veist að það er samt hans vilji skilur og það er pínu svona ruglandi fyrir mig líka þú veist að þú veist þannig að ég held að þú veist þegar verið að tala að biðja í Jesú nafni þá verið að tala að koma í valdi eitthvað þú ert í valdi hans þú ert að koma og biðja samkvæmt vilja hans og samkvæmt karakter hans þannig að það er oft til dæmis það sem eins og Rómarbréf 8:28 talar að allt samverkar okkur til góðs þeir sem eru elskar af Guði og kalla þær af honum og jafnvel og þú veist ástæðan fyrir því að þetta er svo huggandi lofvörð er út af því að hann er að segja allt ekki bara það góða heldur allt meiri að það slæma og við sjáum það genið með reikningarnar við sjáum Jósef í þrælahaldi og hvernig Guð notar eitthvað sem að bræður Jósef voru ætluð að notast til íls og nota það til góðs til þess að bjarga Ísraelsþjóðinni svo myndi Messías koma í genum hana og bjarga öllum heiminum og þannig að þú veist Guð getur notað jafnvel hérna vondu hluti sem er að gerast í heiminum í dag til þess að einhvern veginn koma með eitthvað gott í genum það og þannig að það er eitt prinsip sem ég eignaði mér í genum þetta er fyrsta lagi, hvernig veit ég hvað er Guðs vilji og by the way, það er ekki bara þú eða ég sem erum að pæla í þessu út af því að þetta var líka það verður með þessar postulunir sem báðu stundum og það gerðist ekki og við gleymum því stundum að það eru kannski við hoppum bara yfir í
í síðara Korinthbréfi í 12. kafla byrjandi í versi 7 og ég lesa 7-9 já, okay. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum mér gefin fleinn í holdið Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta of stórt á mig. 3 hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér náðu mín nægi þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þannig að þú veist, þannig erum við til dæmis að sjá bara apóstolan sjálfan. Hann að koma fram með bæn þú veist, ok Guð, ég vil ekki hafa þennan fleig í holdinu mínu, viltu taka henni burti frá mér og Guð segi við hann, nei, þetta actually þetta góð, svo það í gennum erfileikana þá myndu reiða þig á mig og það mun veita þér eilífa gleði frekar en bara tímabundna nautn. En samtíra spáðin sem er þess þarna skilur, þarna er það að tala um vandalega eitthvað sem er fleitn í holdið, eitthvað sem er líkamlegt, eitthvað sem, kannski líkamlegt eða andlegt eða eitthvað, þú veist. Já, mögulega. Það er fólk að rökræða hvað þetta er, þú veist, þannig endar stundum bréfin sín á því að segja hér er ég Páll að skrifa mína eigin hendi með stórum stöfum. Þannig að kannski eitthvað að hendin hans, kannski eitthvað að sjónin hans. En ég bara spáði að þarna ertu með, þú veist, eitthvað sem er skilur, þú veist, að við vitum alveg að Guð, þú veist, svona enda mark með Guðs hérna núna á, þú veist, að því að heimurinn er með synd og svona og ekki það fullkomið, þú veist, og þá er enda markmið Guðs ekki, þú veist, að við læknumst öll, heldur að fagnaðarendið skilur að við komumst til trúar. Þannig að þú veist, hans markmið er ekki að lækna okkur. En ég bara spáði eins og í svona kringustæðum þar sem að þú veist að skilur, þú ert að biðja fyrir einhver snúi við eða skilur eitthvað sem að þú veist bara, Guð segir bara ég vil að þetta sé svona en ekki svona. Þannig að mér veist þetta ekki alveg kannski. Já, byrju, mér finnst þú að hafa farið á mismundi stæði, þannig að já, þú veist, fyrir það fyrsta, náttúrulega, við vitum það, út af margir hafa hort á þessi vers, hver sem þið byrðið í mínu nafni, það mun ég gera, þú veist, og þeir hafa bara sagt, sko, ef þú bara biður í Jesú nafni, þá átt þú að læknast og þetta er bara komið upp á trú þinni og ef þú læknast ekki, þá er það bara trú þinni að kenna og það er ekki þú veist, það er ekki það sem Guð vill fyrir þig. Já. Og ég er með svona pet peeve yfir þessu út af því að stundum er það kennt af kennurum og predikurum sem eru með gleru sjálfur að lesa Biblíuna til þess að geta predikað. Og maður hugsa bara, af hverju ertu ekki bara búin að laga við sjónina, þannig að þú þarft ekki að vera með gleru og eitthvað svona. Þannig að mér langaði bara fyrst að díla við það og það er alveg algengt að fólk segi það. Okay. Þannig að langaði bara að henda því þannig út, þú veist, þannig að sjáum við eitthvað, við sjáum líka held ég í Galatabréfinu það sem einhver veikist þegar Páll er að ferðast og þrátt fyrir að Guð sé að gera mjög mikið af stórum kraftaverkum, fólk er að lifna við, fólk er að læknast, fólk er að sjá alls konar kraftaverka í þessi stað, þá er stundum það sem að einhverjum ástæðum þá er það þannig að fólki læknast ekki og líka bara rökrétt, bara ef þú hugsa rökrétt það, ef þú myndir alltaf bara segja heyrðu, ég mun lifa þennan dag í Jesú nafni að þá myndir bara enginn kristinn deyja en Guð hefur sagt það í orðið sínu að það er ekki vilji Guðs að við lifum eilíflega hérna í þessum heimi sem er brotinn. Þannig að þú veist bara rökréttlega séð, þá bara meikar það ekki sens að þú myndir bara lifa eilíf. Þannig að þeir sem nota þessi vers á þann hátt, bara mér langaði að leggja það út að það er ekki réttu skilningur á þessu þannig að já, mér langaði bara að klára það áður við förum í hitt ef það er leið en það er komið pása viltu segja eitthvað fyrir pásuna? Já, ég bara og endilega ef þú ert með kommenta á þú veist, hérna, þess að Gunnar var að segja þetta er ekki rétt skilið, ef þú ert með eitthvað svona, þá endilega kommenta inn á hana Trú og líf Facebook-hópnum. Já, Facebook-hópnum, Facebook-síðuna. Það er að það var umræðufræði. Já, algjörlega. Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í Lofstofunni ef að það vill svo til að þú sért að leita þar að kirkju. En þá erum við með samkomur á sunnudöfum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það að passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu. Ef að þið líkaði við vídeóið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá mútu endilega íta á like, subscribe á YouTube-rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir. Jæja. Við erum komin aftur. Velkomin aftur. Þú ert að hlusta Trú og líf, svo Amarja Gunnar Ingi hér. Við erum að ræða Er það alltaf? Ég ekki að djóka, þetta er bara Hvað þýðir það að biðja í Jesú nafni? Já, þetta er góða Já, Það er ekki hvað að heila með mér Allavega Já, vorum að snertina það ef það er eitthvað sem að vilt bara eitthvað sem dettur í huga eftir og búin að hlusta þáttina eitthvað en til að getið senda okkur e-mail á Gunnar@lofstofan eða farið inn á Trú og líf-hópinn á Facebook En já, við ætlum að tala næstum sagt, ef þú ert eitthvað, ef þetta er á við eitthvað svona sem að þú veist að Guð vill að sé Já Já, þannig erum við komin á svolítið erfiðan part út af því að hvernig er þetta orðað í fyrsta Tímóteusbréfi getur við fyndið fyrsta Tímóteusbréf annan kafla vers 3-4 Skal ég sagða 3-4 Já, ég ætla að láta þetta henni upp á skjáin Já 3 Hvað er 3? 3 er hana Þetta er gott og þóknalegt Guði, frelsara okkar, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar og sannleikanum. Þannig að ástæðan fyrir ég pæli þessu vessi þegar að sú spurning kemur upp út af því þannig að talar að Guð vill að allir fái að kynnast honum, að hann vill að allir komi til trúar og þannig erum við komin inn á hlut sem að fólk hefur bara deilt í 2000 ár eða bara 1500 ár eða þú veist, sérstaklega já, meðal þú veist, arminianista, kalvinista og hver er vilji Guðs og annað eins, þú veist, það er bara ótrúlega mikið af fólki og það er þannig að tala hei, hann vill að allir komi til trúar og þekkingu á honum og af hverju eru þá ekki allir frelsaðir ef að það er vilji Guðs, þú veist og þannig að þegar og dæmið sem ég hugsa í rauninni sem finnst mér lýsa þessu best er þegar að Jesús er í Getsemanigarðinum og enn og aftur, þú veist, þá hugsa ég ok, er það vilji Guðs að hérna sé sonur Guðs að vera að þjást og muni vera krossfestur, er það sem að hann vill sjá er Jesú, þú veist auðvitað, einhverju leiti vill hann sjá það út af því að þannig mun hann frelsa mannkynnið einhverju leiti vill hann ekki sjá það þannig út af að hann vill ekki að sonur Guðs þjáist og annað en það sem að Jesús gerir í þessum aðstæðum er einfallega þetta í Lúkasarguðspjalli 22 versi 42 þá segir Faðir, ef þú vilt þá tak þennan kaleik frá mér en verði þó ekki minn heldur þinn vilji Þannig að þegar það kemur að vilja Guðs að þá er svo mikið til staðar sem að ég skil ekki, ég held að enginn skilur þú veist, ef að Guð er það lítill að hann passi í hausin á mér og ég skilja hann, þá er líklegt að ég sé yfir hann hafinn og ég sé búin að búa hann til í hausnum á mér þú veist, en ég tek oftast til fyrirmyndar í Danielsbók í 3. kafla þegar að Sadrak, Mesak og Abednego þeir eru fram að Nebukadnesar, hann er að segja að tilbiðja þessa styttu sem hann er búin að gera og ég elska hvernig þeir svara honum þar og þegar þar í 16. versi þá byrjaði vilt þú alltaf lesa? Jú, okay. Það er ekki betra það. Jú. Þeir Sadrak, Mesak og Abednego svöruðu þá og sögðu við konung Nebukadnesar, þetta þurfum við þér engu að svara. Vilji Guð okkar, sá sem við dýrkum frelsa okkur, getur hann frelsað okkur jafnt úr glóandi eldsofni sem úr þínum höndum, konungur. Og þótt hann láti það ógert skaltu samt vita að við munum hvorki dýrka þína Guði, konungur, nýja tilbyðja gull líkneskið sem þú hefur látið reisa. Og þannig að ég veit, ég nálgast ofta spænir á þennan hátt. Guð, ég skil ekki þína áætlun til fulls. Ég skil ekki
ég sé ekki fram í tíman, ég sé ekki hvernig bútlaspilið, hvernig þú getur notað þetta til eitthvað skóðs í bæði mér og í fólkinu í kringum mig, en hér það sem ég kem fram fyrir þig með og ég segi, þetta það sem ég vil sjá, en eins og Jesú í Getsemanni verði þinn vilji, verði þú dýrlegur, og ég elska hvernig þið þannig út af því að fólk hefur ásakað mig að hafa bara ekki trú, bara meðan ef þú segir bara Guð, en ef ekki að þá bla bla bla, þá ertu bara búin að efast og þú ert sýnir fram á það að þú trúir ekki því sem þú myndi aldrei fá það. En hérna Sadrak og Mesak og Abednego, ef þú hefur kynntir þessa sögu, þá kynntir hann upp eldsofnin og hann hendið þeim inn til þess að drepa þá fyrir að tilbyði ekki líkneski sitt, en þeir segja hana, hei, við höfum ekkert við að segja, við þurfum ekki útskýra okkur fyrir þér, Guð mun, segir hann, vilji Guð okkar, sá sem við dýrkum frelsa okkur, getur hann frelsa okkur jafn úr glóandi eldsofni sem úr þínum höndum konungur, og þótt hann láti það ógert, og skaltu samt vita að við munum hvorki dýrka þína Guði konungur, niður tilbyða gull-líkneski sem þú hefur látið reisa. Og ég elska þetta, að þeir komið bara fram, Guð getur þetta, við ætlum að biðja fyrir því að hann gerir þetta, hann komið inn í eldsofnin og hann bjargi okkur og hann getur það, en jafnvel ef hann getur það ekki, þá er ég alveg tilbúin að deyja fyrir það. Jafnvel ef hann gerir það ekki, hann getur það náttúrulega, en jafnvel ef hann gerir það ekki, þá munum við ekki tilbyða þetta líkneski sem þú er búin að setja upp, og ég elska þessa nálgun þegar það kemur að því að biðja, bara koma fram fyrir Guð eins og Jesús gerir Getsemanni garðinum, og koma fram fyrir Guð eins og Sadrak, Mesak og Abednego komið fram fyrir Guð í Daniels bók og segja bara, Guð, þetta það sem ég vil, og það sem að reyningin segir okkur líka er, að við hefum að koma fram, að börn séu kennsla okkar í hvernig trú lítur út. Og fyrir mér þá hef ég tilenga mér það að vera bara allt í lagi með það að skilja ekki til fulls hver áætlun Guðs er. Og ég var rosalega oft að pæla í því, því ég var að biðja, er þetta guðfræðilega rétt, á ég horf þetta svona eða hinsegin eitthvað svona, svo horfi ég á börni mín sem bara, vakna klukkan 3 á nóttinni og biðja bara ís eða eitthvað, það er bara engin filter og ég er bara svona, ok, Guð, ég ætla að hætta, þú veist hvað ég er að hugsa, ég þarf ekkert að fela mig fyrir þér, ég þarf ekkert að fela hvað ég vil og ég ætla að koma fram fyrir þig. Og Hebreabréfið segir komið með djörfung fram fyrir hásættir náðarinnar og ég bara, ok, hver á rétt á að trufla konunginu klukkan 3 á nóttinni, bara barnið hans og ég er barnið hans og hann hefur frelsað mig, ég skil ekki til fulls hvort hann muni gera þetta, og jável ef ég er barnið sem biðjum ís klukkan 3 á nóttinni, þá gæti hann sagt nei út af að hann veit að það er ekki mér til góðs að þessari stundu, það er í svefn, og þannig að ég hef nálgast þetta á þannig hátt, bara að segja Guð, ég veit þú getur þetta, legg þetta í þínar hendur og ég er að biðja í Jesú nafni, og ég vil undirstrika það þegar að segja í Jesú nafni, að þá er verið að tala þú ert að biðja í hans valdi, það er ekki þú og þín trú sem hann láta eitthvað að verða að raunveruleika, það er það sem hann getur gert í þessum kringumstæðum, og já, þetta er svona svipa, þegar þeir höfðu heyrt þetta, þá hefðu örgulega hugsað til dæmis sendiherra eða eitthvað svoleiðis. Sendiherra kemur í nafni konungsins, hann er ekki konungurinn, en hann ber vald konungsins og hann kemur með vilja konungsins, kannski með eitthvað boð eða hvað sem það er, og það er það sem bænin á að vera fyrir okkur. Og ég legg til þess að fólk eins mikið að þið geti noti Biblíuna bara sem bænabók, að þú horfir á lofar Guðs og segir Guð, mér langar í þetta í mitt líf, og stundum er það líka að bænasvari kemur ekki eins og við viljum, og tímanum sem við viljum, en það er svona pælingi mín. Jú, ég er svo smálega að hugsa það líka, það er alltaf svona, skilur það því að maður veit að kannski þetta bara einhvern veginn að ok, því að maður er með þetta vers og maður vill og maður hefur eitt gott og snertir inn á þetta, þegar maður hefur hugsað, er ég ekki með næga trú þá, að með því að hugsa, leyfa mér að hugsa, já, kannski gerir hann þetta ekki, eða eitthvað, skilur, eins og það sé að draga úr trúminni, skilur, að því að þú ert svo með bara eitthvað mustaskort mun fara fjöll, eða þannig að
skilur, þetta bara svona þá er maður hrættur við að leyfa sér að skilur hugsa líka hinnan endan. Já, en það líka annað vers í Jakobsbréfinu sem kemur upp, það sem hann segir biðjið á þess að efast. Þú veist, það er þá orðið svo alda og kastast til og frá og eitthvað svona. En kannski en svo velti ég fyrir mig hvað hann er þá að meina efast, ég meina, þú veist, að því ég myndi ef maður pælir þú veist, þá kannski geta efast ef maður hugsar þú veist, já, bara ég ger mig grein fyrir að kannski viljið þinn ekki þetta. Já. Það er ekkert að efast, að efast væri bara eitthvað, ég er ekki viss hvort þú sérst sjá og svo segjast vera. Já, það er að efast. En eins og, þú veist, ef við horfum að Sadrak, Mesak og Abednego, myndið þú segja að þeir voru að efast á þessari stundum? Nei. Þeir eru, ef eitthvað er að taka risa trúaskref og segja bara nei, við ætlum ekki að tilbyggja ykkur falskuði og ef það kostar okkur lífið, þá kostar okkur lífið en við veitum að Guð getur bjargað okkur úr þessu. Trúaskrefið vandarlega er bara ég veit að það er möguleiki á annar útkámu, veist, en ég ætla samt að treysta þér. Já, og Hebreabréfið 11, við erum búið með tíma hér í dag, en ég mæli með að lesa Hebreabréfið 11 sem tala mikið trú. Og það eru margir sem fókusa á fyrri hlutana kaflanum sem talar hvað Nói gerði og Abraham og eitthvað svona. Og svo í versi 33 og niður, þá byrjar hann að tala hey, þú veist, fyrir trú unnið þeir sigur á konungsríkjum, yðkuðu réttlæti, öðluðist fyrirheiti, þeir byrðu gen, ljóna, slöktu, eldsbál, komist undan sverðsveggjum og maður bara, fyrir trú, eitthvað awesome. Konur heimtir framliðna úr helju, maður, awesome. Og svo segir, aðrir voru pyntaðir og þá ekki laust til þess að öðlast betri upprisu. Aðrir urðu að setja hálsyrðum og húströkum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, högnir með sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geitskinnum, allsvana, aðþrengtir og illahaldnir. Ekki átti heimurinn þá skilið. Og bara hvað, en hann er samt að segja fyrir trú. Þannig að segja bara, Guð, þetta er það sem ég langar í, ég er bara þitt, ég ætla að hætta að filtra með, þú veist hvað hugsa hvort þið er en verði þinn vilji eins og Jesus gerði í Getsemane garðinum eins og Sadrak, Mesak og Abednego gerði, þú veist, það er það sem ég legg til. Þannig að bara sem eldsnögg áminning fyrir þig sem er að, þú veist, biðja fyrir eitthvað eða eitthvað, það er allt í lagi fyrir það að hugsa, þú veist, og jafnvel ef Guð, þú gerir eitthvað annað, þá er það allt í lagi, ég treysti því að þú ert Guð og þú veist hvað þú ert að gera. Það er ekki þú að efast. Bara áminning til þín í dag. Yes. Ætlar þú að kveðja fólki? Með þinni fallegu rödd. Takk fyrir daginn. Gaman að vera með ykkur og við sjáumst næst. Bless.